En við byrjum bara og ég byrja að bjóða ykkur velkomin á kynningafund fyrir þetta nýja umsóknarferli í ár í framkvæmdastjórn Ferðamannastaða. Farið yfir það að kynningin tekin upp og hún verður síðan aðgengileg á heimasíðunni hjá okkur Ferðamálastofu. Og í spjallinu þá getið þið hent inn spurningum og við reynum að svara þeim þá í lokin. Síðan það eitthvað annað sem ykkur þá getið alltaf sent okkur tölvupóst. En ég ætla að deila kynningunni. Halldór mátt kannski láta mig vita að þetta sjáist. Já, þetta sést flott. Okay. Ég heiti Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir og starfa í Ferðamálastofu og held þetta framkvæmdastjórann og með mér ekki kynna þess eftir? Já, Snorri Valsson og við erum bæði starfsmenn sjóðsins og ætlum að fara yfir þessa kynningu í sameiningu. Ég tek svona fyrir hlutan og Guðrún tekur síðan við. Ef við byrjum bara á tilgangi sjóðsins, eins og kemur fram í lögum og reglugerðum hann, þá höfuðtilgangurinn að tryggja öryggi ferðamanna og vernda náttúru landsins. Síðan eru aðrir þættir sem að einnig koma inn í mat. Það er uppbygging viðhald og verndun ferðamannastaða, að fjölga viðkomustöðum ferðafólks, að styðja við áfangastaðaáætlanir hvers svæðis fyrir sig og kannski leggja áherslu á það að sjóðurinn leggur áherslu á framkvæmdir á ferðamannastöðum og ferðamannaleiðum. Svo að það sé alveg á hreinu. Styrkhæfar framkvæmdir og verkefni eru sem sagt þær framkvæmdir sem snúa að öryggi ferðamanna og náttúruvernd eins og framkom og þetta eru þeir þættir sem að vega þyngst í stigagjöf eins og kemur fram seinna í kynningunni og þessar framkvæmdir eru styrkhæfar á vegum sjóðsins. Einnig er hægt að leita styrkja vegna hönnunar og undirbúningsvinnu en í þeirri vinnu þarf að koma skýrt fram hvert lokatakmark hönnunar svo að sé hægt að meta styrkhæfið. Og það sem við styrkjum, það sem að sjóðurinn styrkir ekki meðal annars sem sagt rekstrarkostnaður mannvirkja eða svæðisins í heild, það sem ferðamannastaðir ræða. Lykilatriðið náttúrulega að ferðamannastað eða ferðamannaleið sé að ræða samkvæmt skilgreiningum. Ekki hægt að veita fjármagn til verkefna sem þegar lokið, síðan ákveðið hámarksupphæð sem að sjóðurinn heldur sig við samkvæmt de minimis reglu ESB og sem að kemur fram þarna í textanum á glærunni. Ekki hægt að greiða fastan launakostnað en það má telja fram launakostnað sem mótframlag. Það er að segja sjóðurinn styrkir að jafnaði 80% af kostnaði framkvæmdar og mótframlag 20% frá umsækjanda og launakostnaður getur verið hluti af mótframlagi, þessum 20%. Síðan ekki hægt að veita styrki til ferðamannastaða sem að ekki eru opnir gjaldfrjálsri umferð og það í samræmi við almannarétt. Og síðan eru það framkvæmdir sem eru á landsáætlun. Það eru þá landsáætlun er verkefni sem á vegum umhverfis
orku- og loftslagsráðuneytis og undir það verkefni falla ríkisstofnanir og svæði í umsjá ríkisins og það þá aðskilið frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Stjórn sjóðsins, það eru 4 í stjórn sjóðsins, formaður skipaður af ráðuneyti en aðrir stjórnarmenn eru frá SAF, einnig tilnefndur af SAF, einn af Sambandi íslenskra samvinnufélaga, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og síðan einn frá ráðuneyti umhverfis orku- og loftslagsmála. Stjórnin, þetta ekki eiginlega stjórnaræða, sem sagt samkvæmt skilgreiningu varðandi ábyrgð, réttindi og skyldur. Sumir vilja fremur kalla þessa einingu nefnd, ráðgefandi nefnd, en það skiptir kannski ekki höfuðmáli. Þau gera sem sagt tillögu til ráðherra styrkveitingar og ráðherra tekur síðan loka ákvörðun varðandi þetta. Ef við förum bara stuttlega yfir málsmeðferð, þá erum við núna í gula rammanum, efst á síðunni. Það sem sagt opið fyrir umsóknir núna og fram í nóvember og þegar sá frestur liðinn, þá hefst úrvinnsla umsókna. Stjórnin gerir sem sagt gæðamat með stigagjöf fyrir hverja umsókn og raðar upp í stigaröð eftir því, eftir niðurstöðu og síðan í byrjun næsta árs, 2026, sendir stjórnin sem sagt tillöguna til ráðherra. Ráðherra tekur síðan loka ákvörðun. Það fjólubláu reiturinn, þá erum við komin neðst þarna í hringinn. Þegar ráðherra hefur tekið ákvörðun styrkveitingar, þá kemur til kasta okkar og stjórnar að senda út ákvarðanir ráðherra, hvort sem ræða samþykkt, synjun eða höfnun og sendir út samningar til þeirra sem hlotið hafa styrk. Síðan verkið unnið og síðan skilað skýrslum, framvindu og loka skýrslu og þegar verkið hefur verið full unnið og þá fer fram fullnaða greiðsla, annars vegar hlutagreiðsla við framvindu skýrslu og fullnaða greiðsla við loka skýrslu. Það mjög hjálplegt gagn inn á heimasíðu framkvæmdasjóðs og heimasíðu ferðamálastofu og það þessi kortasjá, þið sjáu hérna myndina af henni og þarna hægt að fá yfirlit yfir alla styrki sjóðsins sem veittir hafa verið frá árunum 2012 til 2025. Fyrir 928 styrkir, samtals 8,7 milljarðar, en þó skal tekið fram að sótt hefur verið 33 milljarða, þannig að það svona rétt fjórðungur af upphæð, umsóttri upphæð að meðaltali sem hefur fengið. Þannig ég mæli með því að þið kíkið inn á kortasjána, þarna hægt að smella á hvern einasta punkt og fá grunnupplýsingar styrkveitingu til staðarins. Hér síðan glæra með upphæð styrkja framkvæmdasjóðs ferðamannastaða eftir landshlutum 2012 til 2025 og þetta skýrir sig sjálft. Ef við förum hratt yfir að eitthvað finnst, þá eins og ég bendi á, þá erum við með upptöku sem aðgengileg strax eftir fundinn. Þið kannski rekið augun í að þarna eru mjög háar bláar súlur í upphafi 2013, 14, 15. Það Suðurland, en þetta frá þeim tíma þegar að ríkiseignir og
svæði í umsjá ríkisins voru enn inni hjá framkvæmdasjóði áður en að landsáætlun kom til skjalanna. Þannig að þarna eru styrkir til Gullfoss, Geysis, Vatnajökulsþjóðgarðs og annað slíkt. Þannig að það er skýringin á þessum súlum þarna í upphafi. Nú hér er skipting umsókna eftir landshlutum á síðasta ári, 2024-2025. Við fengum 96 umsóknir og þið sjáið skiptinguna þarna eftir í fjölda í dálkinum og síðan í kökuritinu þarna við til hliðar. Og hér eru síðan úthlutanir ársins eftir yfirferð stjórnar og það er einnig þarna í fjölda og í kökuritinu. Á síðasta ári var áhersla ráðherra á veik svæði og veika árstíð og það kannski endurspeglast að hluta til í þessari niðurstöðu. Það er lykilatriði, eitt af lykilatriðum að áfangastaðaáætlanir endurspeglist í styrkveitingum framkvæmdasjóðs og hér sjáum við hvernig samræmið á milli veittra styrkja sem að eru á áfangastaðaáætlun þarna frá 2021 og þið sjáið að bláa súlan er heildarfjöldi styrkja og appelsínugula súlan er styrkir sem að eru verkefni frá áfangastaðaáætlun og þið sjáið að munurinn fer sífellt minnkandi, þar að segja það er alltaf fleiri og fleiri verkefni hlutfallslega sem eru á áfangastaðaáætlun og það er lykilmarkmið. Svo förum við bara núna yfir nokkra myndir þar sem að eru verkefni sem að hafa verið framkvæmd og velheppnuð og kannski eitthvað það sem að komið hefur í ljós að betur mætti fara en þetta er bara svona lausleg yfirferð. Hér er Streitisgvarf á Austfjörðum. Mjög vel heppnaður áfangastaðar sem hefur verið betur bættur. Þessi eins og úthlutanir sjóðsins fela í sér þá er áherslan á náttúruvernd, að bæta öryggi ferðamanna, bæta stíga og skilti, merkingar til upplýsingar fyrir ferðamenn og þetta er einn af 9 áfangastöðum á Austurlandi. Hér erum við með myndir frá Djúpalónssandi, Heimskautagerðinu og frá Hveradölum og hér sýnum við einfaldlega mismunandi útfærslu á göngustígum eftir því hvaða stað að ræða. Á Djúpalónssandi þótti henta af samkvæmt framkvæmdaraðilum og umsóknaraðilum þessi náttúrulega lausn sem að sést þarna lengst í vinstri og en hin 2 dæmin eru svokallaðir svífandi stígar en útfærslan einmitt ólík eftir því sem hvernig undirlagið er og hvaða svæði að ræða. Þetta er kunnulegur staður í augum allra, Stuðlagilið og þarna má sjá mynd fyrir framkvæmdir þar sem að eru slóðir og villistígar niður hlíðina Grundarmegin. Þetta er tekið Klausturselsmegin, sem sagt þessi mynd og svo hins vegar stíginn sem kom sem fyrsti áfangi í innviðauppbyggingu við Stuðlagil Grundarmegin og svo sjáum við væntanlega einmitt og þarna erum við einmitt með myndir af Grundarsvæðinu þar sem er búið að
koma í veg fyrir villustíga og loka og búið að leggja þessa glæsilegu innviði þarna eins og sést á hægri myndinni. Hér erum við síðan í framkvæmdum þar sem að merkingar eru kannski eitt af lykilatriðum en einnig brýr og göngustígar. Þarna er að ræða Hengifoss á Austfjörðum, á Fljótsdalshéraði og síðan erum við þarna með mynd frá Reynisfjöru þar sem er sífellt í umræðinni hjá okkur. Merkingar sem að hafa mismikil áhrif á ferðamenn því miður og síðan það sem er merking, það sem er reynt að koma í veg fyrir óæskilega hegðun ferðamanna þarna í Ölfusárdal sem er hjólaleið í nágrenni Reykjadals. Hér erum við Fjaðrárgljúfur og hér voru veittir styrkir hér áður en að kom til skiptanna milli landsáætlunar og framkvæmdasjóðs. Þarna kannski er smá ábending það að hérna stærsta skiltið er við bílastæðið, síðan er þarna lítið bannskilti þegar komið upp á kampinn og svo er upplýsingaskiltið þarna lengst til hægri í litla rauða hringnum og hlutföllin ætti nú kannski að vera í öfugri röð við það sem maður vill ná fram á hérna ferðamannastöðum. Hér er Brúarfoss í Brúará og þarna er svona vangaveltur hvernig staðsetja beri skilti það sem að varnaðarorðin eru og þó að maður vilji að sjálfsögðu ekki að skilti séu líti á ferðamannastað þá þarf samt að hafa í huga að hérna skilaboðin komist til skila á þeim stað þar sem að hættan er fyrir hendi. Og þarna erum við áfram við Brúarfoss og þá kannski er búið að setja ákveðna innviði, göngustíga og útsýnisstaði en síðan þróast hlutirnir þannig að eins og gerist oft að ferðamenn þegar að innviðirnir eru komnir, göngustígur og annað útsýnispallur, þá sækja ferðamennirnir lengra og þarna er kannski komin tími til þess að loka fyrir eða girða af og þannig að ekki skapist þessi hætta sem þarna er fyrir hendi á allavega sumum myndana. Eins og móðan þá veitir sjóðurinn styrki til hannara undirbúnings og það er þá ef að hægt er að gera sér grein fyrir því að framkvæmdin sem að stefnt er að sé styrkhæð og þarna er einmitt og þá er alltaf mjög afmarkað svæði að ræða ferðamannastað, deiliskipulag og hönnun og þarna er ágætis dæmi einmitt svona afmarkað svæði Brimketill þar sem var mikil hætta á hérna falli í sjó og beinbrotum og öðru slíku og þarna svona sjálfsprottin ferðamannastöður sem að þar sem að var veittur styrkur til hönnunar í upphafi svo að allt færi vel og niðurstaðan er mjög frambærileg. Annað dæmi svona hönnunaratriði það er Svöðufoss, aðkoman að Svöðufossi og þarna var einnig veittur styrkur til skipulags og loka niðurstaðan ljómandi. Að vísu er svona hliðarverkun af þessum innviðum að þarna komast ferðamennirnir nær heldur en áður og nú er þetta skapast hætta upp við fossinn fremur en á gönguleiðinni að fossinum. En þetta er það sem að
alltaf þarf að hafa í huga þegar að gengið til framkvæmda. Hér erum við á Grenivík. Þarna var vinsælt svæði niður við bátahöfnina, bátalægið þarna og Bryngarðinn sem var fjölsótt af ferðamönnum og þarna var tiltölulega einföld útfærsla, mjög vel heppnuð eins og sjá má á þessu myndum og til mikillar fyrirmyndar. Og svo það Skógafoss og þarna má glögglega sjá, þarna eru myndir frá 2016, þar allt í villistígum og hentistígum upp allt fjall og síðan þessi tiltölulega snyrtilega aðkoma sem við sjáum svo þarna árið 2025. Svæðið kannski ekki fullkomið að öllu leyti þarna á láglendinu en stígagerðin til fyrirmyndar. Og svo það bara, það að sjálfsögðu alltaf flækjustigist þegar kemur að svona framkvæmdum. Skipulagsmálin geta verið flókin og leiða oft til tafa á ferðinu. Við höfum sýnt skilning varðandi fresti ef eitthvað slíkt kemur upp og þannig að sjálfsögðu þarf að sækja formlega slíkt ef eitthvað kemur upp og í ferlinu sem að kostar tíma. Ef það flókið eignarhald landsins þá getur það verið þvægislegt og það þarf að tryggja að skila leyfi landeigenda með umsókn í allra landeigenda þegar umsókn skilað. Það skortur á verktökum sem getur tafið. Við reynum að afgreiða mál sem hraðast, vera vandvirk en afgreiða sem hraðast svo að það gefist góður kostur á góður tími til að leita verktökum. En þeir ekki á hverju þegar sumartíminn kemur í flestum tilfellum. Krefjandi aðstæður, umferð á svæðinu og annað slíkt sem getur verið erfitt og einmitt stuttur tími til framkvæmda. Það yfirleitt vor og sumar og haust sem að fellur undir hentugan framkvæmdatíma. Það fer þó allt eftir framkvæmdinni svolítið. En og síðan fjármagn sjálfsögðu sem að þarf að leggja á móti sem að getur verið mál fyrir aðila að fjármagna að fullu leyti. Svo það hagur umsjónaraðila annars vegar og hagur ferðaþjónustuaðila hins vegar sem að getur stundum skarast og stundum rekist á hvort annars horn og þarf að ræða þau mál til enda ef eitthvað slíkt og svo það náttúrulega almannarétturinn sem að við þekkjum það alveg að þetta umhverfi í kringum ferðamannastæði, sjálfsprottnar ferðamannastæði sér í lagi sem að eru erfiðir í aðgengi en verða skyndilega vinsælir. Landeigendur þurfa eða vilja bregðast við og þá spilar almannarétturinn sem sagt við varðandi aðgengi alltaf mjög stórt hlutverk. En þetta svona bara nokkri punktar sem gott að hafa í huga. Guðrún, Dóra, gjörðu svo vel. Þá ætlum við að fara yfir umsóknartímabilið núna, eins og hvað áherslan og annað en umsóknartímabilið núna að búa opna fyrir það hægt að fara inn á island.is og sjá umsóknareðurblöðin, en það sem sagt
umsóknarfrestur til 4. nóvember til klukkan 1. Umsóknir sem skila eftir það kom ekki til álita. Það sérstök áhersla frá ráðherra í ár sem snýr að bættu öryggi ferðamanna á ferðamannastöðum. Og sem farið það eftir það sótt á síðunni island.is og þar ætti að velja hvort þá umsóknareyðublað 1 eða umsóknareyðublað 2. Það fer eftir umfangi verkefnisins en umsóknareyðublað 1 svona fyrir stærri og meiri verkefni. Það kannski verkefni á stað sem ekki nú þegar skilgreind sem ferðamannastaður en viðkomandi hefur áhuga að gera að slíkum og svo þá nýja þjónustu aðstöð þegar skilgreindu ferðamannastað. Umsóknareyðublað 2 þá verkefni sem verið að bæta lagfærandi núverandi aðstöðu sem tengist öryggi náttúruvernd og þá vill auka afköstun á skilgreindu ferðamannastað. En svo þið sjáið aðeins umsóknareyðublaðina spurningarnar. Þetta semst, ef ég ger umsókn þá getum við prentað út PDF-skjal af okkar umsóknum. Þetta bara til að renna yfir spurningarnar sem koma. En þá erum við að tala semst innsendata. Þú getur verið innsendandi en þá það annarkvort landeigandi eða sveitarfélag eitthvað sem umsækjandi. Svo gott að gera ábyrgðarmann og svo staðgengil ábyrgðarmanns út af því að það getur oft verið hröð starfsmannavelta í á mörgum stöðum. Þá það bankaupplýsingar hjá umsækjanda og svo styrka verkefni þarna valið úr, þannig að fellilisti sem valið úr og svo það staðfesta og hafa lesið og ágreint texta takmarkanir á styrkveitingum. En síðan koma grunna upplýsingar verkefni og heiti og staðan, verkefni í hnotskurn, eigandi lands og umsjónaraðili lands. En þetta hvetjum ykkur til að vera bara hnitmið og skýr í texta og þarf að vera með einhverja langlokur. Þetta seinni síðan í umsóknareyðublað 1. Upplýsingar umsókn til áfangastofusvæðisins en það hefur verið ákvörðun að áfangastofustofurnar fái yfirlit yfir umsækjendur til að þeir geti þá haldið utan hvað er í gangi í sveitarfélaginu bara til að vita af, þannig að bara hvort þið gefið leyfið ekki, þetta er ekki öll gögnin, bara umsóknin. Staðsetninguna, svo kostnaðurinn og mótframlagið og svo þarna að gera stuttlega fyrir verklegri framkvæmd og svo skipulags ef þetta felur í sér gerð skipulagsáætlunar. Og síðan kemur frekar upplýsingar tengt gæðamati og þá það mikilvægt vegna náttúruverndar og vegna öryggis og svona aðra spurningar sem tengjast á gæðamatinu. Síðan það umsóknareyðublað 2, það svipað nema að á blaðsíðu 2 þá eru öðruvísi spurningar tengt gæðamatinu. En það svona ábendingar til umsækjanda að eftir að þau eru búin að senda inn umsóknina þá birtist þessi valmöguleiki sækja umsóknar á PDF og við mælum til þess að gera það og síðan að þeir eru að gera umsóknina að vista hana reglulega út af því annars detti út. Og það oft gott að vera bara með skjal til hliðar sem búin að svara spurningunum að það bara færa inn þá svörin. Getur opnað þetta, skoða umsóknina, svo það talt að skrá sig inn aftur inn island.is og fara aftur inn umsóknina að halda áfram með hana og en þetta dettur úr kerfinu. Hún getur ekki verið opin nema bara í 45 mínútur frá því að smelli á hnappinn vista og halda áfram sem í umsóknarblaðinu niðri hægra megin. Þetta sem sagt gæðamatið. Út frá þessu vinnur stjórnin sem sagt fer yfir umsóknir ykkar
Og núna það sem sagt þessi 2 punktar sem við erum að breyta og það þarna mikilvægi vegna öryggisferðamanna. Við erum búin að hækka þau stig og svo komin þarna sérstakar áherslur, það sem sagt áhættumat framkvæmda sem ég mun fara yfir aðeins á eftir. En þarna búið sem sagt auka stigin í það fyrir þau verkefni sem verið að sækja þá framkvæmdir til að bæta öryggi á ferðamannastöðum. En svona áherslur til umsækjanda að vera að vanda ykkur, vera hnitmiðuð í texta og síðan að senda myndir út af því að stjórnin að fara yfir umsóknir og það rosa gott að vera með myndræna sýningu á hvað er hættan, hver hættan hver skemmdir á náttúrunni, gott kort á svæðinu sem sýnir hvernig þetta lítur út og hvað þið hafa huga á að gera. Að segja miklu meira en 1000 orð eins og við komum áður og við erum alltaf að ítreka að þetta eru styrkir sem hugsaðir til framkvæmda á ferðamannastaða, ferðamannaleiðum og ferðamannaleiðir eins og þið sáu áðan þá þetta sem sagt gönguleið, hjólaleið og reiðileið. Við erum ekki að styrkja vegagerð eða aðra leiðir. Það eru fylgigögn, láta þau vera lýsandi fyrir það sem stendur til að gera og svo eins nákvæma kostnaðaráætlun kostur og hana þarf að skila á Excel. Hún vistast ekki í öðru formati inn í umsókninni inn á Ísland.is. En eins og við förum yfir, eða höfum sagt frá að það er sem sagt fylgiskjöli sem þarf að vera með, það er sem sagt óskum eftir myndir eða kort af umræddum ferðamannastaði eða ferðamannaleið, myndir vegna náttúruverndar, myndir vegna öryggis, kostnaðaráætlana og aftur hún á að vera í Excel. Ef sótt styrk fyrir byggingu, mannvirkja eða annarra leyfisskyldra framkvæmda þá eru samþykkt deiliskipulag, fullnaðarhönnun og framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. Við köllum eftir að ef sótt styttri skipulags- og hönnunarvinnu eða undirbúningsrannsókna eða undirbúningsvinnu þá verður að fylgja skrifleg umsögn sveitarfélagsins bara svo að sé svona þekking innan sveitarfélagsins. Skriflegt samþykki landeiganda þarf að vera allra landeiganda og þarna eru eyðublöð sem að þið getið fengið og beðið viðkomandi að fylla út. Og svo er þetta áhættumat framkvæmda. En það lítur sem sagt út svona. En þarna er sem sagt mikilvægt að skrá dagsetningu, framkvæmd, ábyrgðaraðila og ferðamannastað. Og svo áhættumat eins og staðan í dag fyrir framkvæmdir og svo eftir fyrir framkvæmdir. En mikilvægt að skrá og sýna hættur á svæðinu og gera grein fyrir þeirri framkvæmd sem áformað að framkvæma. Matið skal tekið mið af veðurfari, árstíðum og getu eða hegðun ferðamanna. Nauðsynlegt að leggja fram heildstætt kort og myndir af svæðinu þar sem merkt hver mynd er tekin, auðkennd með tölustafi og bókstaf sem þið fyllið þá út í myndnúmer 1, svo kemur hætta á svæðinu og þið tilgreinið hættuna, og það er í sheet 2 inn í áhættumatinu, þar sem þið getið séð hvað þetta er, þetta fall eða hras eða hrun og svo metið þið alvarleikann þá er annaðhvort 1 upp í 3 og líkurnar þá mætist, þá kemur áhættugildið, sjálfkrafa. Og þá er það annaðhvort rautt, gult eða grænt. Og svo tilgreinir þá framkvæmd sem þið ætla fyrir að fara í, sem á þá að draga úr hættunni og hvers konar alvarleika, hvernig hún vinnur þá á móti með eftir fyrir framkvæmdir.
Síðan alltaf gott að huga að góða aðgengi í ferðaþjónustu. En gott aðgengi fyrir fólk með fötluð leiðir af sér betra aðgengi fyrir alla. Þetta ekki allir staðir sem að geta verið með aðgengi fyrir alla, en það hefur heilmikið breyst á síðustu árum og alltaf gott að hafa þetta bara að huga, að merkja þá sérmerkt bílastæði, skilti og hreinlætisaðstæðuna, það sem það er hægt að hafa. Síðan varðandi í lokin, þá umhverfisverðlaun Ferðamálastofu. Það var veitt síðan 1995, en frá 2016 hafa þau verið veitt í verkefni sem hafa verið styrkt úr framkvæmdasjóði Ferðamálastaða og voru til fyrirmyndar. Og inn á heimasíðunni okkar getið séð listan. Nú síðast voru það 3 stefnar sem að fengu umhverfisverðlaun. Og eftir að veita þau í ár, en ég hveti ykkur til að fara að skoða þessa staði og fleiri, en annars bara segjum við takk fyrir og annað sem að segja bara þessi slóð framkvæmdasjóður Ferðamálastofu, ef það eru einhverjar spurningar þá getið þið sent okkur spurningar. Já, þetta ekki það bara komið? Það eru spurningar inn í Já, ég sé það. Já, þannig að fólk getur sett spurningar í spjallið. Já, er spurning ef maður ætlar að sækja styrk fyrir sögustíg sveitarfélag, undir hvort eyðublað fellir það. Það er það ný stígur, það eftir hvernig, þetta stígur sem þegar ertu bara að setja upp skilti. Þetta er svona minni framkvæmd. Ef þetta er alveg ný stígur, þá ertu maður að fara í allt heila klappið, deiliskipulag, þá er það umsóknarblað 1. Ef að stígurinn er til staðar. Og þetta er bara að setja upp skilti og kannski öryggismerkingar, þá er þetta umsóknarblað 2. Þeim endilega komið spurningar hér. Svo kemur önnur spurning. Er það ekki rétt skilið að það sé úthlutað árlega? Jú, það er úthlutað árlega. Umsóknarglugginn er alltaf á þessum árstíma, september, október og núna inn í nóvember aðeins. Og síðan er tilkynnt styrkveitingar á vormánuðum. Þannig að það er sem sagt tíminn sem að fer í vinnslu umsókna og annað slíkt. Við erum alltaf að reyna draumurinn er að þetta komi í febrúar, að verður tilkynnt en það verður stundur ráðherraskipti og annað sem að getur tafið, þannig að... Hér spurt áherslu ráðherra fyrir 2000... Nei, hvað er ferðamannastaður samkvæmt ykkar skilgreiningu? Okay. Það er bara þar sem ferðamaðurinn er. Það er til opinber skilgreining skilgreining á ferðamannastað. Það er staður sem ferðamenn sakir kosta staðarins, náttúrufegur eða aðrir kostir. Það er svo skilgreining sem er gripið í. Já, það er áhersla ráðherra í ár er bætt öryggi. Hámarks upphæð styrks á einstakt verkefni, hún er ekki fyrir hendi. Það hafa verið veittir stóri styrkir úr sjóðnum, en stundum tekur stjórn þá ákvörðun að setja ákveðið hámark á úthlutunar árið. Núna í fyrra, til dæmis, var tekin ákvörðun að hámarksstyrk að upphæð 90 milljónir og þetta skýrist af gæðum verkefna og takmörkuðu fjármagni. Með öll leyfi þurfa að vera komin full afgreidd. Það fer eftir hvaða leyfi þú ert að tala
Það þarf kannski að vera þá umsögn frá, ef þetta framkvæmdaleyfi eða eitthvað, það þarf að vera kannski umsögn frá sveitarstjórn eða skipulagsnefnd eða skipulagsstjóra til að afgreiða þau að sé vilji fyrir því. Já, ekki. Var rétt skilið að niðurstöður muni liggja fyrir í febrúar, sko, það draumurinn að við reynum að, það ekki hægt að gera, var rétt skilið á mér að niðurstöður muni liggja fyrir í febrúar, það sem sagt, draumurinn að við náum að tilkynna í febrúar, mars, þannig að við reynum að stefna því. En eins og ég segi, það ekki við sem tökum, þetta ráðherra að ákvarða, hann fer yfir tillögurnar frá stjórn og það ráðherra síðan að ákvarða hver fær styrkina. Þannig að það getur og hefur aðeins tafist og það alls konar utanaðkomandi svona hindranir. En við reynum að draumurinn febrúar, mars. Excel-skjalið, fjárhagslega að staðla formi umsóknar eða fylgiskjal. Nei, það er bara eins og sko, þið setjaðu upp, þetta bara Excel-skjal, venjulegt, en sem þið ykkar að fylla inn í. Þá það sem sagt, það fer eftir náttúrulega umfangi verkefni, hvers konar flækjustigi, hvað margir þættir inn í kostnaðaráætlunni. En ef þetta skilti, þá þetta kannski skilti vinna á svæðinu og hönnun. Þannig að við erum með kannski þá eitthvað svona kostnaðarlið og svo eitthvað svona ófyrirsjáanlegan kostnað. Svo kemur hérna spurning, fær maður endurgjöf á umsókn sem að fær synjun, það fá allar umsóknir, fá umsögn stjórnar og hvort sem að er að ræða styrkveitingu, synjun eða höfnun. Við tölum synjun ef að umsókn nær ekki tilskildum stigafjölda til þess að komast í styrkveitingahópinn, en höfnun ef að umsókn eða framkvæmdin telst falla utan lagaramma sjóðsins, það er að segja ekki styrkhæf samkvæmt reglum sjóðsins, þá er höfnun að ræða, en allir fá umsögn stjórnar. Sem kemur hérna, þetta fá styrki fyrir framkvæmd og hönnun göng og hjólreiðastíg meðfram Þjóðvegi 1 sem Vegagerðin tekur líka þátt í kostnaði. Við getum í raun og veru ekki sagt til það hvort að slíkur styrkur veittur, en þarna inn á væntanlega inn á veghelgunarsvæði Vegagerðarinnar og Vegagerðin tekur þátt og það kannski ekki líklega niðurstaða að það hlýtur styrkur í það, en við getum ekki fullyrt það hér. En það var kannski spurning hvort þetta sé ferðamannastaður eða ekki. Eða ferðamannaleið, já. Eða ferðamannaleið, og þótt þetta sé göng- og hjólreiðastígur, þá þetta kannski spurning sem að Vegagerðin, þá þetta kannski ekki beint sé ferðamannastaður, en þetta kannski bara, Þjóðvegur 1, Má sækja styrkinn ef ferðamannastaðurinn sem umræður inn í deiliskipulagi sem í vinnslu hjá sveitarfélagi að þarf að vera tilbúið og auglýst í B-deild til hægt sé að sækja Og það hérna, ef hann inn á deiliskipulagi sem í vinnslu hjá sveitarfélagi, þá þarf að koma, þá hægt að koma, þú veist, bara segja það og þá jafnvel eins og hefur verið gert, þá oft veitt sem sagt, styrkur ef það ákveðið að veita hana styrk. Þá það með fyrirvara samþykkt deiliskipulag. Þannig að þegar að úthlutun komin, þá það ekki, þeir fá ekki styrkinn fyrir en þau eru búin að skila þá inn deiliskipulaginu og það samþykkt. Eða búið að auglýsa í B-deild. Þannig að hérna, það svona smá fyrirvari yfir verkefni sem eru út af því að sum verkefni og sum ferðamannastaðir eru brýnir. Þannig að þetta svona verið að þeir eftir bara hvernig verkefni og hversu brýnt og þetta líka. Svo kemur hérna spurningum varðandi áfangaslagaáætlanir, hvar hérna laga- og reglugerðarákvæði þau eru sem að það byggt á.
það kannski utan okkar. Nei, það kemur í lögunum. Já, það reglugerðinni. Það skilgreint í reglugerðinni að við erum þetta varðandi áfangastaðaáætlanir. Að bera fælast, eða fela, já. Ef þú ferð inn á reglugerðina á sjóðnum, þá kemur þetta fram. Ef verkefni felur í sér að, já, ef að er að ræða aðstöðu sem ónýt og óörugg og það þarf að byggja upp nýja, spurningin hvort eyðublaðið hentar betur fyrir slíka framkvæmd. Ef stóra framkvæmd að ræða, þá hentar. Þú segir þannig að að ræða stærra og meira verkefni en fyrir, þá myndi ég alltaf fara í eyðublað 1. Þetta bara, ef þetta stór og mikil framkvæmd, sko. Og ef þetta felur í sér, byggingarreit og mannvirki eða eitthvað, Þá myndi eyðublað 1 eiga betur við varðandi stærri verkefni. Svo fróðleikur uppbygging á svæðinu á Grenivík sem hefur áhvert að skoða. Umhverfislistaverk. Þetta til dæmis bara, ég vona að ég sé rétt, en þarna til dæmis kemur staður sem að fólk að koma á, svo heldur staðurinn kannski áfram með fleiri verkefni og eins og á Grenivík, sem bara mjög. Svo kemur spurning bílastæðagjöld. Þetta náttúrulega heita kartaflan í umræðinni núna þessa dagana og í stuttumáli það hefur verið litið svo á að bílastæðagjöld á bílastæði sem að landeigandinn stendur greiðir kostnað við, þar sem hann greiðir bílastæðið og hann fær ekki styrk í bílastæðagerðina, þá sé honum heimilt að taka bílastæðagjald sem greiðslu fyrir veitta þjónustu og það hefur verið litið svo á að sjóðurinn geti styrkt aðra innviði á svæðinu. En þetta nokkuð svona umdeilt og grátt svæði sem að að ræða og verður væntanlega tekið á núna bara á næstunni. Sjóðurinn hefur semst ekki verið að reyna markmið að styrkja bílastæði þar sem fyrir að vera með gjaldtöku. En við höfum horft á að það almannarétturinn og viðkomandi aðliggjandi þá alltaf farið landið, það ekki aðgangseyrir að staðnum, hann ekki lokaður almenningi og þá kannski verið hægt að laga eins og göngustíga og annað sem það sem að hættan mikil og öryggi ógnað, öryggi ferðamanns ógnað, þá hefur verið að kannski styrkja það en ekki bílastæði sjálft eða þá veglagninguna af bílastæðinu eða annað. Og það litið svo á að það sé aðgengi að ferðamannastaðnum, gangandi, hjólandi og annað slíkt. En eins og ég segi, þetta eru mál sem eru í stöðugri umræðu núna innan stjórnkerfisins og í vinnslu. Þannig að þetta hefur verið frekar grátt svæði. Svo spurt líka sé ekki veittur styrkur í vegagerð en það sé veittur styrkur í bílastæði. Í nokkrum tilfellum hefur verið veittur styrkur í bílastæði og það ekki litið á það sem vegagerð en það má ekki rukka á það stæði. Varðandi áfangastaðaáætlun, hvernig fer mati fram hjá ykkur, hvernig verkefni fellur áherslum FF?
Sko, það sem sagt, þetta eru 10 stig sem er veitt í áfangastaðallun og þá það sem sagt 5 stig fyrir að vera inn á áfangastaðallun og svo eru önnur 5 stig eftir hvernig verkefni fellur á áherslunum. Þá erum við að tala hvernig það miðar að reglum og lögum sjóðsins. Öryggi, náttúruvernd, nýr ferðamannastaður, minna sótt svæði, menningar tengt, þetta svona matsstjórnar til að fara á því hvernig það tengist og fellur á áherslum framkvæmdasjóðsins. Afturvarandi rukkun fyrir aðgengi að styrktarverkefni verður verkefni að vera opið almennings ágjalds, já. Já, verkefni verður að vera opið án gjaldtöku og hingað til hafa bílastæðagjöld ekki verið túlkuð sem aðgengisgjald heldur sem gjald fyrir veittar þjónustu. Eins og áður hefur komið fram, þetta í gerjun og vinnslu. Ef það greinlegt að hérna bílastæðagjöldin eru fólki ofarlega í huga. Ef gjaldtaka á bílastæði endurspeglar ekki kostnað við bílastæði heldur mikið hærri en eðlilegt bílastæðagjald það aðgangseyrir. Af hverju ekki banna gjaldtöku hvort sem hún kallar bílastæðagjald eða ekki? Já, þetta semst bara hluti af umræðinni sem í gangi í dag. Hvað eðlileg framleiða verkefni, hvað eðlilegt að landeigandi fái fyrir afnot af landi. Þetta mjög flókið umhverfi og mjög flóknir lagalegir þættir sem að spila inn í þetta. Þannig að við getum í sjálfu sér ekkert úttalað okkur frekar það. Við vitum bara að þetta í skoðun upp í ráðuneytinu og ég vona bara að það komi eitthvað úr því bara sem fyrst. Svo spurt hvort að hönnunarkostnaður eða kostnaður sem fellur til fyrir umsókn megi vera hluti af 20% framlagi styrkhafa. Já, þarf 20% af útlögnkostnaði styrkhafa að vera innan samningstíma eða má reikningur fyrir þann kostnaði vera greiddur áður eða sótt Nei. Það verður að vera partur af Það verður að vera eftir að styrkur veittur. Já. Þannig hefur það allavega verið skilgreiningar. Já. Þetta eru mjög flottar og góðar spurningar, þannig að þetta bara, ég sé að fólk hefur bara þakklátt fyrir allar þessar spurningar. Hvernig horft að það tekið gjald á ferðamannastöðum í ákveðinn tíma dags til þess frá 10 til 6 en ekki trukka fyrir og eftir þann tíma. Það sama. Það gjaldtaka. Ef þetta gjald á ferðamannastöðum, ef þetta aðgangseyrir sem bara milli 10 og 6, þá það aðgangseyrir. Það hann ekki aðgengilegur öllum, sko. Það ítrekkuð spurning áfangastaðaáætlun. Það kannski bara hvar þeirra sé getið í lagum og reglugerð. Það sennilega best að þú sendir okkur bara post á framkvæmdasjóður@ferðamálastofa.is og þá getum við reynt að leysa úr þeirri spurningu. Þá höfum við tæmt spurningalista hér í spjallinu og klukkan orðið að verða 2, þannig að þetta mjög hæfilegt. Ef þið hafið frekari spurningar, ef þið fáið þá bara sendið okkur post á framkvæmdasjóður@ferðamálastofa.is og við Guðrún Dóra þökkum kærlega fyrir mikla þátttöku og mikinn áhuga. Kæra þakkir. Takk fyrir kærlega.